Mér þykir ótrúlega gaman að lesa. Ég hef eiginlega verið lestrarhestur alveg frá því man eftir mér. Það eru svo margar ástæður. Það náttúrulega í fyrsta lagi þá eykur það þekkingu og það er gagnlegt og svona praktískt en fyrst kannski það sem skiptir mestu máli er að það svona opnar manni nýja heima og hleypir manni á flug og örvar ímyndunaraflið og er ævintýri og er gleðiefni og stundum sorgarefni. Þannig að þetta er svona rússíbani fyrir sálina. Nei, ég les alveg ótrúlega held ég fjölbreyttar bækur. Það er að segja bæði, ég er nú mjög gaman reyndar af krimmum. Ég er verulega gaman af svona glæpasögum. En ég les líka fagurbókmenntir, bæði íslenskar og þýddar. Ég les þetta mjög mikið á ensku. Stundum aðeins svo mikið og þá þeir hans að stoppa mig á og fara að minna mann að lesa á íslensku því að það er líka svo dásamleg upplifun að lesa fallegan íslenskan texta. Og ég les fagbækur sem að snerta starf og mitt og núna er ég til dæmis að lesa bók sem að heitir The Brain That Changes Itself sem að fjallar heilann. Þannig að það er mjög breið flóra. Þetta er náttúrulega alltaf hræðileg spurning sko. Og maður hefur tendist til að svara nefna þær bækur sem að hafa kannski haft hvað mest áhrif á mann frekar en að séu beint uppáhaldsbækur og ég bara óttast að það sé þetta klassíska svar, það er sjálfstætt fólk. Nei, ég get ekki sagt það eru svo margar. Þegar maður var að lesa Íslendingasögurnar þá til dæmis var það er ekki Njála endilega sem að þó hún sé frábær. Ég hef alltaf verið mjög hrifin af Agli Skallagrímssyni sem dæmi. Það er svona ein uppáhaldspersóna hjá mér. Auðvitað er Bjartur merkileg persóna. Anna Karenína, það eru ótrúlega margar persónur sem að koma upp í hugan, en það er engin ein, nei. En ég var í persóna í bók. Ég get bara ekki svarað þessu, svei mér þá. Ég væri örugglega einhver svona ævintýrapersóna á Grimms-ævintýrum, til dæmis. Ég las þeim mjög mikið sem krakki. Já, oft. Stundum gerist, ekki kannski oft sem það gerist, vegna sem maður reynir að velja sér bækurnar vel, en partur af ánægjunni við að lesa er að fara í þessa óvissuferð. Maður veit ekki alltaf hvert hún leiðir mann. Þannig að stundum lendir maður í því að lesa bók sem er bara leiðinleg og þá svona hjakkar maður svolítið lengi og reynir að komast til enda en það eru dæmi að ég hefi gefist upp á meiri leið. Þau eru ekki mjög mörg. Ég reynir bara að gleyma leiðinlegum bókum. Svei mér þá. Nei, ég bara gleymi það. Ég man bara skemmtilega bækur.